Ég heiti Sæmundur Rögnvaldsson og ég sérnámslæknir í almennum lyflækningum og varði nýverið doktorsritgerðina mína við Háskóla Íslands góðkynja einstofna mótefnahækkun. Og þetta er doktorsritgerðin sem ég hef unnið samhliða klínískri vinnu, sérnámi og reynt að tvinna saman starf mitt á Landspítala og í Háskólanum. Ég byrjaði doktorsnám árið 2016. Aðdragandinn sá að ég hef alltaf haft svolítið mikinn áhuga á rannsóknum og verið spenntur fyrir því og hafði verið að vinna með leiðbeinanda mínum, hún Sigurði Ingva, að rannsóknarverkefni. Og svo sumarið 2016 þá Sigurður Ingvi að fara á stað með rannsókn sem mér finnst mjög spennandi og var svona hefja vinnu við stóra rannsókn, skimunarrannsókn fyrir forstíðmergæslis eða góðkynja einstofna mótefnahækkun. Og ég svolítið bara greip gæsin og ákvað að biðja mig að fá að vera með í því, fekk að gera það og doktorsverkefnið svolítið þróast út frá því og þetta er árið 2016 og síðan þá hef ég verið svona bæði í vísindavinnu og líka klínískri vinnu og samhliða því svo klára læknanámi líka, ég var nýbúinn með 15 ár þegar ég byrjaði í rauninni. Ég held að það að vera bæði í klínísku starfi og vísindastarfi, það svolítið styrkir hvort annað, allavega fyrir mig. Það eru auðvitað margar leiðir til að vera góður læknir en fyrir mig þá finnst mér rannsókn að vera leið til að vera góður læknir og það að vera læknir, starfandi læknir held ég gerir mig líka betri rannsakanda. Ég held að þetta vinnur mjög vel saman. En þetta er líka áskorun, að þetta er rauninni tvær vinnur sem eru krefjast báða talsvert mikils af manni og það hefur verið svolítið vinna hjá mér að samtvinna þessa tvo hluti þannig að það gangi upp og er eitthvað sem er líka bara það í gangi og eitthvað sem er áskorun en ég held að sé algjörlega þess virði. Ég held að á endanum þarf maður svolítið að ákveða hvoru megin maður er meira á. Eins og ég er allavega núna, þá finnst mér að vera meiri rannsakandi en kannski í klíníkinni. Stundum koma tímabil þar sem maður er mikið rannsókn og stundum koma tímabil í klínísku vinnunni og ég held að það vinni svolítið vel saman. Það styrkir hvort annað, en líka því að þetta er mismunandi vinna og getur verið svolítið hvíld frá hinu. Þannig að fyrir mér er þetta líka leið til þess að halda gleðinni í vinnunni, að vera bæði í klíníkinni og sem er svo skemmtileg og vera líka í rannsóknum sem er líka svo skemmtilegar en eru mismunandi. Vísindastarf er eitt af grunnstoðum Landspítalans og góðs heilbrigðiskerfis og ég held að það sem er mikilvægt eftir sem við höldum líka áfram núna út úr COVID-faraldrinum og út úr ýmsu að við höldum áfram að styrkja þann grunn og ég meðal annars fengi styrk frá vísindasjóði Landspítala sem ungu vísindamaður á Landspítala, vorum 9 held ég sem fengum styrk síðast sem er þá styrkur sem nýtist mér til að halda áfram að tvinna þessa hluti saman, klíníska vinnu og rannsóknir. Með vísindastarfi kemur vísindaleg menning og vísindavinna elur af sér þekkingu sem bæði getur verið staðbundin en líka alþjóðleg. Þannig að þó svo við erum einhvers konar alþjóðlega þekkingu sem við getum nálgast í erlendu tímaritum, þá skiptir líka máli að öðlast staðbundin skilning á Íslandi. Mannauðurinn sem fylgir vísindastarfi held ég líka skiptir gríðarlega miklu máli. Það að við séum með heilbrigðisstarfsfólk sem stundir líka vísindarannsóknir styrkir klínísku vinnuna og það er þetta sem ég er að tala um að með því að tvinna saman klíníska vinnu og rannsóknir þá styrkir það svolítið hvort annað.